Heimurinn stendur frammi fyrir stærstu orkukrísu í sögunni vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum, segir Alþjóða orkumálastofnunin. Hormússund enn nánast lokað og Íranar réðust á 3 skip þar í dag. Að minnstakosti 47 konur og stúlkur voru drepnar á hverjum degi í stríðinu á Gaza, samkvæmt nýrri skýrslu UN Women. Þetta stríð hefur haft mun meiri áhrif á þær en fyrri átök. Uppbygging varnargarða á Reykjanesskaga var ríkislögreglustjóra ofviða samkvæmt nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar. Dómsmálaráðherra segir rétt að skoða framkvæmdirnar í ljósi aðstæðna á þeim tíma. Þarna var ríkisstofnun sem fékk gríðarlega stórt verkefni í fangið án nokkurs fyrirvara og við aðstæður sem enginn hafði farið í gegnum áður. Það getur verið mismunandi eftir hverfum hvaða samfélagsmiðlar eru notaðir til að ginna börn. Lögreglumaður telur foreldra stundum feimna við að fylgjast með samfélagsmiðlanotkun barna sinna. 50 ára afmælisleikar Andrésar Andarleikanna verða settir á Akureyri í kvöld. Í ár keppt í skotfimi í fyrsta sinn og metfjöldi þátttakenda skráði til leiks. Komið þið sæl. Heimurinn stendur frammi fyrir stærstu orkukreppu sögunnar að mati framkvæmdastjóra Alþjóða orkumálastofnunarinnar. Hormússund enn nánast lokað en þar jafnan siglt með 50 allarar olíu og jarðgas heimsins. Íranar réðust á 3 flutningaskip á sundinu í dag og náðu 2 þeirra á sitt vald. Donald Trump Bandaríkjaforseti ákvað í gærkvöld að framlengja vopnahlé við Íran óákveðinn tíma, en bandarískir miðlar hafa eftir honum að friðarviðræður gætu hafist aftur á föstudag. We are facing the biggest energy crisis in the history. We had 3 in the last 50 years. The amount of today, as of today, oil and gas we lost in this war is much bigger than all 3 crises put together in terms of oil and gas. I believe there will be a major response to this crisis as well. And we are more fortunate now than 50 years ago because we have now many available technologies with us which are cost effective. Tæplega 40.000 konur og stúlkur voru drepnar á Gaza frá því að stríðið hófst í október 2023 fram til desember 2025. Það þýðir að minnst 47 konur og stúlkur voru drepnar á hverjum degi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá UN Women. Á tímabilinu hafa yfir 22.000 konur og 16.000 stúlkur verið drepnar og nærri 11.000 særðar, þannig að það hefur áhrif á þær alla ævi. Þrátt fyrir að hálft ár sé liðið síðan vopnahlé komst á, hafa dráp á stúlkum og konum haldið áfram undanfarna mánuði. Þetta stríð hefur haft mun meiri áhrif á konur og stúlkur en fyrri átök. This war has reshaped families. Tens of thousands of households are now headed by women. Having lost their husbands, they are sustaining their families without income, without support or access to essential services. UN Women áætlar að konur beri ábyrgð á einu af hverjum 7 heimilum á Gaza. Það þýðir að rúmlega 16.000 konur hafi mist eiginmenn sína og þurfi því að framfleyta fjölskyldum sínum einar. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa yfir 70.000 verið drepin frá því að stríðið hófst og tæplega 200.000 verið særð. Nagen bin Issa þurfti að leita aftur út á vinnumarkaðinn vegna stríðsins. Hún lagar föt fyrir konur í þessari forláta saumavél nærri Khan Yunis. لو ما الماكين يخلف علي جارنا هذا هيو اللي بخلينا اجي اخيط عنده. انجبرت بدي اخيط. كنا في الاول عايشين على الشؤون وما نسالش. Ekki langt frá við Nasser spítalan hefur Jude Kavarea komið sér upp bás þar sem hún selur föt. لكن اليوم الوقت مش ماشي معايا. اليوم أنا بروح بدي أعجن، بدي أغسل، بدي بلحقش. باجي من الساعة 6 الصبح
بروح الساعة 5 المساء. Hjálparstofnanir segja yfir 1 milljón á flótta innan Gaza. Margar fjölskyldur mistu heimili sín í árásum Ísraelshers og hafa ekki fundið öruggt skjól síðan. Þessir íbúar í norðurhluta Gaza eru sjálfir að hreinsa húsarústir til þess að gera pláss fyrir tjöld. وفيش حدا يزيل الركام وبنعاني من الحصار وبنعاني من قلة الإمكانيات والجرافات ما فيش حدا بيطلع فينا ولا بيزيل الدور فبنتمنى من العالم يطلع لنا بعين الرحمة يدخل لنا مواد تغيثنا بكفي تعبنا. Og þá að öðru, undirbúningur og gerð varnargarða á Reykjanesskaga var ríkislögreglustjóra ofviða að mati Ríkisendurskoðunar. Eftirlit með kostnaði og ákvarðanatöku var ábótavant og ríkislögreglustjóri hefði átt að leita sér óháðrar ráðgjafar. Úttekt Ríkisendurskoðunar á verkefninu var birt í dag. Þar kemur meðal annars fram að verka- og ábyrgðaskipting var óskýr. Ríkislögreglustjóri hefði átt að leita sér óháðrar ráðgjafar. Það er niðurstaða Ríkisendurskoðunar að ríkislögreglustjóri hafi ekki haft nauðsynlega þekkingu og burði til að fara með jafn umfangsmiklar og flóknar verklegar framkvæmdir, segir í skýrslunni. Verkefnið hafi reynst embætti ríkislögreglustjóra ofviða. Meðal þess sem Ríkisendurskoðun gerir athugasemdir við er að ríkislögreglustjóri hafi ekki gefið nein fyrirmæli val á verktökum né lagt fram kostnaðarviðmið en sömu aðilar sá hönnun og undirbúning varnargarðana og framkvæmdir við þá. Það verkfræðistofurnar Verkís og Efla. Í upphafi valdi Verkís verktaka fyrir hönd almannavarna. Þegar Vegagerðin tók við því hlutverki þurfti að semja aftur við verktaka sem þegar voru komnir að verkinu. Vegagerðin náði hagstæðari samningum fyrir ríkið en á þeim tímapunkti höfðu fyrstu reikningar verktaka hvorki verið samþykktir né greiddir. Áætlaður heildarkostnaður varnargarðana var 12 milljarðar króna. Þá gerir Ríkisendurskoðun alvarlegar athugasemdir við að ríkislögreglustjóri hafi í eitt sinn tekið ákvörðun hækkun varnargarða án aðkomu dómsmálaráðherra. Ráðist var í gerð annarra varna en varnargarða svo sem veitu, mannvirkja og leiðarskurða sem Ríkisendurskoðun segir óljóst hvort heimild hafi verið fyrir. Ríkisendurskoðun ítrekkar að varnargarðar við Svartsengi og Grindavík hafi sannað gildi sitt. Ef komi til frekari uppbyggingar varnargarða eða sambærilegra verkefna í framtíðinni þurfi fjármála- og efnahagsráðuneyti að tryggja fjármögnun leið og heimild til aðgerða liggur fyrir. Nú dómsmálaráðherra segir mikilvægast að draga lærdóm af skýrslunni hvernig bregðast skuli við sams konar verkefnum í framtíðinni. Innviðaráðherra búin að sitja á fót starfshóp sem að skoða verð mikilvægar innviða á Reykjanesinu. Ég hef mælt fyrir frumvarpi á Alþingi ný almannavarnalög þar sem verið að skilgreina hvað teljast ómissandi innviðir. Miðað við það sem þarna kemur fram, getur þú tekið undir þessa gagnrýni á ríkislögreglustjóra? Ég myndi frekar segja að þarna var ríkisstofnun sem fékk gríðarlega stórt verkefni í fangið án nokkurs fyrirvara og við aðstæður sem að enginn hafði farið í gegnum áður að reisa svona garða. Þannig að mér finnst það vera stóra sagan í þessu og stóri lærdómurinn að okkur tókst að verja þessa hagsmuni. Við vitum að varnargarðarnir þeir þjónuðu tilgangi. Þeir gerðu það sem þeir átt að gera og síðan það þá til framtíðar litið verkefni að skoða það hvernig við myndum nálgast svona verkefni aftur. Fjölmennur íbúafundur framtíð Grindavíkur hófst nú síðdegis og honum nýlokið. Það var bæjarstjórn Grindavíkur sem boðaði til fundarins. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, í Grindavík. Var þetta hitafundur, María Sigrún? Já, hitafundur kannski ekki alveg rétta lýsingin en það einkenndi hugafar þeirra sem hingað komu bara svo óvissa sem ríkir hér og vonbrigði með viðbrögð stjórnvalda og eftirlitsaðila en það var bæjarstjórnin sem boðaði til fundarins og bauð hingað öllum Grindvíkingu. Þetta var opinn fundur og hingað var líka Kristrúnu Frostadóttur boðið, forsætisráðherra og fulltrúum frá fasteignafélaginu Þórkötlu. En Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, afboðaði komu sína á
á fundin sögum Anna en til stóð að hún myndi greina íbúum frá afstöðu ríkisstjórnarinnar til endurreisnar Grindavíkur en ekkert var það því. Nú fulltrúar Þórkötlu mættu ekki heldur en þeir ætlaði að kynna endurkaupa áætlun félagsins. En þeir fundargestir sem að tóku til máls, þeir bentu á að Grindvíkingar yrðu að fá að sjá hvaða valkostir eru til boða og standaði til boða til að geta tekið góðar og upplýstar ákvarðanir framtíð sína og búsetu og við skulum heyra hvað nokkri þeirra höfðu að segja. Það mikið misræmi í túlkun á áhættunni og ég held að Ríkisútvarpið ber líka ábyrgð á því, alveg algjörlega. Það ekki búið að fjalla hér laun og sprungur. Það bara búið að vera eldast við æsifréttamennsku. Það var hægt að borga sálfræðistöð bara fyrir fólk frá Grindavík en þessi sálfræðistöð mjög mikilvæg fyrir fólk frá Grindavík og bara svo að fólk komi aftur tilbaka og bara hafi andlega heilsu til þess að koma aftur tilbaka. Okkur vantaði náttúrulega kannski ráðamenn sem að taka ákvarðanirnar. Hæstvirtur forsætisráðherra boðaði forföll. Við erum lengi búin að kalla eftir því að hún komi hérna til samtals. Það má heldur ekki gleyma því að þrátt fyrir við sem komin alla þessa leið og þrátt fyrir að það sé verið að hefja endurreisn samfélagsins að þá eru ennþá fjöldi ágreiningsmála sem verið að reka vegna þess að lögin bara, þau ná bara ekki utan þetta og það hefur ekki verið brugðist við því. En nú erum við að berjast við raunverulega stofnanir og þeir sem ráða innan stofnana og við bara erum svo vanmáttug gagnvart því að við vitum að við komumst bara ekkert áfram úr hjólförunum. Það gengur vel að fylla upp í sprungurnar í bænum en það kom fram í máli þeirra sem tóku til máls á fundinum og það eru ennþá sprungur í sálum þeirra sem hér bjuggu. Og hérna hjá mér Fannar Jónasson, bæjarstjóri í Grindavík. Fannar, hvernig getur þú lýst svona hvernig fólkinu líður? Fólkinu líður þetta bara mjög misjafnlega illa og það eru væntingar hjá heimamönnum að komast heim sem fyrst. Það ákveðin biðstiða núna vegna bara landris sem þá mælist og spurningar íbúana í dag voru þær á fundinum að það þyrfti að gera betur í ýmsum efnum. Það væri óvissa og fundinum fór í sjálfu sér vel fram. Það hefði örugglega margir fleiri vilja taka til máls og spyrjast fyrir en staðan vissulega þessi að óvissan heilmikil. En það kom líka fram að fólki finnst skólahald vera forsenda þess að flytja aftur í bæinn. Hvar stendur það mál? Bæjarstjórn hefur tekið þá ákvörðun að það verði skólahald í bænum í haust. Og það var meðal þess sem kom fram í ályktun í lok fundarins ásamt með því að húsnæðismálin myndu brenna mjög á fólki og þar leikur Þórkatla lykilhlutverk. Það var verið að þeir gæti ekki mætt í fundarins í dag til að svara fjölmörgum spurningum en svona það og þetta eru tvö stóru málin sem aðalega brenna fólki og voru bersýnilega á fundinum í dag. Ertu bjartsýnn á að fólk flytji hingað aftur í vor og sumar? Ég bjartsýnn á því að það verði flutt heim í bæinn okkar á nýjan leik en hvenær það gerist get ég ekki sagt og við bíðum eftir því náttúrulega að það verði lýst yfir goslokum og þá gerist mjög margt í framhaldi. Þú ert að fara að hætta sem bæjarstjóri, hvernig líður með það? Ég mun sakna Grindavíkur mjög mikið. Nú líða alveg einstaklega vel hér og Grindvíkingar hafa tekið einstaklega vel á móti okkur hjónunum og þetta mun lifa í hjarta okkar það sem eftir lifir. Takk fyrir þetta Fannar og við kveðjum héðan frá Grindavík. Takk fyrir það María Sigrún Hilmarsdóttir og við snúum okkur þá að allt öðru. Foreldrar geta verið feimnir við að fylgjast með samfélagsmiðlanotkun barna sinna að mati lögreglumanns sem segir þörf á auknum forvörnum. Þeir sem ginna börn beita úthugsuðum aðferðum. Við þekkjum hætturnar í umferðinni, þekkjum hætturnar í samfélaginu, en við þurfum líka að þekkja hætturnar sem geta átt sér stað á samfélagsmiðlum. Mæðu 14 ára stúlkna sem karlmenn ginnt upp í bíl sinn helgina eftir samskipta á Instagram sögðust í samtali við Fréttastofu vera vanmáttugar gagnvart þeim hættum sem leynast á samfélagsmiðlum. Símon segir þá sem nálgist börn með þessum hætti beita úthugsuðum aðferðum. Þeir byrja á að mynda samband við barnið og stundum yfir langan tíma. Sumir vill á sér heimildir, segjast vera yngri en þeir eru
á meðan aðrir kannski koma bara hreint fyrir dyrum en eru samt einhvern veginn að mynda einhvers konar samband og mynda svona vináttu, kannski bara ástarsamband, þar sem einmitt það farið eftir ákveðnum reglum eða strúktúr sem að einmitt leiði þá til þess að krakkarnir verða svolítið bara háðir þessum samskiptum eða háðir þessu sambandi. Heldur að foreldrar séu feimnir við að fylgjast með börnunum sínum á samfélagsmiðlum? Ég get alveg trúa því að séu margir feimnir, en ég held að líka bara mörgum vanti aðstoð og vanti ráð. Það nefnilega aðstoð í boði. Hægt að tilkynna netglæpi á island.is og lögreglan starfa mikið með Netvís sem miðstöð netöryggi og miðlalæsi og þar eru upplýsingar helstu samfélagsmiðla, hvernig á að setja skjátíma og tilkynna óviðeigandi samskipti. Það ekkert margir sem vita hvernig á að tilkynna einhverja óæskilega hegðun sem á sér stað í gegnum til dæmis Snapchat eða önnur forrit. Þannig að það bara mikilvægt og okkur finnst svo mikilvægt í lögreglunni við sem að valdefla foreldra og valdefla börnin. Og mismunandi hvaða samfélagsmiðlar eru helst notaðir í þessum tilgangi. Í einu hverfi kannski rosa mikið nota Snapchat. Í öðru hverfi sem kannski vera að nota mikið WhatsApp eða eitthvað. Þarf að auka forvarnir? 100%. Of margar íbúðir standa óseldar og hafa aldrei verið fleiri. Mikil eftirspurn eftir minni og hagkvæmari íbúðum en þær eru ekki í boði sem stendur. Þetta meðal þess sem kom fram á fundi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í dag. Á fundinum kom fram að of mikið af of stórum og of dýrum íbúðum hafi verið byggðar í fjölbýlishúsum sem fólki hugnast ekki. Við erum að byggja of dýrar íbúðir. Vaxtastigið hefur áhrif, það margt sem hefur áhrif, en það auðvitað líka margt sem við getum gert og svo aftur býtur þetta allt í skottið á sér vegna þess að helsti drifkraftur verðbólgu og hárra vaxta hefur verið síhækkandi verð á húsnæði. Eftirspurninni hafi ekki verið svarað rétt. Heldur verið að byggja íbúðir sem að verktakarnir eða fasteignaþróunarfélögin telja sig fá sem mest fyrir en engin eftirspurn eftir. Í nýrri könnun HMS kemur fram að þrefalt fleiri eru andvígir þéttingu byggðar en hlynntir henni. Það kannski ráð að hlusta meira á markaðinn, hlusta á þessar kannanir og aðrar líkar þeim sem við höfum gert og skoða hverjar óskinar eru sérstaklega hvaða gæði kaupendur vilja og hvernig stærðir fólk vill af íbúðum. Nú erum við með einhvers konar vísi að því hvað fólk vill og ef við náum að byggja í takt við þarfir og óskir þá miklu eðlilegra og miklu líklegra að þessar íbúðum muni seljast. Nú að myndast þessi blanda af háum vöxtum og íbúðum sem að seljast ekki. Þetta séu dýrar íbúðir í stórum fjölbýlishúsum með fáum bílastæðum. Íbúar vilja greinilega mikið af bílastæðum að meðaltali 2 bílastæða íbúð. Hafa þeir sem fara með skipulagsvaldið og þá verktakar líka mislesið markaðinn? Eða eru við að tala einhverju seinkaða svörun? Eru þeir að svara einhverju eftirspurn sem var en ekki lengur? Að einhverju leyti kannski hefur verið að byggja inn í einhverju hugsjón og einhvers konar framtíðar áætlanir sem síðan hafa ekki verið að raungerast. Við höfum verið að einblína mögulega of mikið á uppbyggingu á þéttingareitum. Við þurfum á hverjum tíma að vera með 2, jafnvel 3 ný hverfi í uppbyggingu hverju sinni ef við ætlum að ná langtíma jafnvægi á húsnæðismarkaði og miðað við bæði uppsafnaða þörf og íbúðaþörf næstu 10 árin að þá mun nýtt hverfi ekki leysa þann vanda. 22 ára háskólanemi hannaði dróna sem getur leitað að fólki meðal annars með því að nema líkamshita. Hann sér fyrir sér að drónin getur reynst vel við leit og björgun, sér í lagi þar sem útsýni takmarkað. Kynning á prófverkefnum hjá verkfræðideild Háskóla Íslands fór fram í dag. Ýmiss konar leikir og spil voru mörgum nemendum ofarlega í huga, eins og sjá má á þessari vél sem deilir út pókerspilum og þessari golfkúluvél. Og þó að maður sé einn, þá ekki þar með sagt að maður get ekki spilað borðtennis, allavega ekki ef maður á svona vél sem gefur upp á mótimanni. Skírnir Matthías Pétursson, 22 ára, var með aðeins öðruvísi verkefni. Ég með dróna akkurat núna. Hérna til dæmis myndavél sem getur talað þrjálust við tölvuna mína og þá get ég séð akkurat hvað myndavélin eða drónin sér. Ég get líka sett á til dæmis thermal vision sem þýðir bara að hann getur séð þá hitann á líkamannum. Þá til dæmis í skóginum
þá er mjög erfitt að sjá fólk bara með myndavél eða með þyrlu, þá geta þeir eiginlega ekki séð út í það svo mikið af trjám. Með svona thermal vision þá get ég bara eiginlega strax séð einhverja persónu og þá geta björgumenn komið og sótt hana. Og er það bara dróninn forritaður til þess að leita uppi þennan hita? Já. Er hægt að forrita hann til þess að leita einhvern uppi eftir útliti? Já, það er eiginlega hægt ef maður tengist við tölvuna. En það getur verið svolítið hættulegt tæki í röngum höndum. Það er mjög satt. En þú sér þetta meira fyrir þér við leit og björgun? Akkurat. Metfjöldi tekur þátt í Andrésar-andarleikunum sem verða settir á Akureyri í kvöld og í fyrsta sinn er keppt í skíðaskotfimi. Leikarnir eiga 50 ára afmæli í ár og hefjast venju samkvæmt á skrúðgöngu og þar er Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður. Mikil stemming er á Akureyri í blíðskaparviðri fyrir Andrésar-andarleikunum og nægur er snjórinn í fjallinu. Leikarnir fara iðulega fram í kringum sumardaginn fyrsta og hefur aðeins einu sinni í sögunni þurft að aflýsa þeim út af snjóleysi. Keppendur í ár eru 1084 talsins sem er met og mótsaldarar eiga von á 4000 gestum í tengslum við leikana. Þar er keppt í hinum ýmsu greinum, þar á meðal alpagreinum, snjóbrettum og skíðagöngu og í ár í fyrsta skipti á 50 ára afmælinu er keppt í skíðaskotfimi. Hjá mér er Arna Ívarsdóttir, en Arna hefur gegnt nánast öllum hlutverkum sem hægt er að gegna í kringum leikana. Hún hefur verið keppandi, hún hefur verið sjálfboðaliði, hún hefur verið þjálfari, móðir og nú amma. Arna, hvaða hlutverk er skemmtilegast? Ég held ég verð að segja hlutverkið og svo að því að þjálfaði nú skíði svo mörg ár hérna á Akureyri þá finnst mér rosalega gaman að þessar stelpur sem voru á skíðum hjá mér þær eru komnar með börnin sín í þetta. Mér finnst það alveg geggjað að sjá það. Og þú segir að hlutverkið er skemmtilegast. Hvað felst í því að vera amma á Andrésar-andarleikunum? Það er nú bara að vera til staðar og hvetja og bara svona horfa á. Ég var nú fengið til að vera svona undanfari í leikjabraut fyrir 2 árum. Ég var ógeðslega glöð að ég skyldi bara komast niður. Það var mjög gaman. Og þú leikarnir hafa fyllt þér alla ævi. Pabbiðin var stofnandi leikana. Já. Er þetta ekki bara hluti af þér? Jú, ég er búin að vera öllum leikonum nema einum. Þá var ég á Spáni, það var mjög skrítið en bara rosalega gaman. Takk fyrir þetta Arna og við kveðjum héðan frá Akureyri. Takk fyrir það Sigur Óli Sigurðsson og góða skemmtun á Andrésar-andarleikunum en við ætlum að fara aftur hingað til Reykjavíkur og í Austurbæjarbíó. Þar heldur hljómsveitin Úlfur Úlfur sína stærstu tónleika hingað til að eigin sögn. Og þar er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður. Já, ætla úlfarnir að brenna allt? Já, það er góð spurning. Það er að minnstakosti yfirskrift tónleikana hérna í kvöld en strákar ætliði bara að rústa öllu? Já, ég hugsa að gera það sko. Þau sem að reka Austurbæjarbíó hafa bannað okkur að brenna alveg allt. Eða þú veist ganga það langt. Við ætlum samt að ganga alveg pínlátt en við ætlum ekki að kannski brenna allt til ösku. Það eru verðmæti hérna. Og hverju eigum við eiginlega von á í kvöld? Herði, þetta verður bara marathon. Þetta verða langir og veiglegir tónleikar. Við erum með allt bandið með okkur og næstuði alla gesti sem hafa unnið með okkur í gegnum tíðina. En þetta verður sem að fara í 30 lög eða eitthvað. Þetta verður bara, þetta er ball, langt fram eftir nóttu. Og það er núna 15 ár síðan þið gáðu út fyrstu plötun ykkar. Er þetta kveðjutónleikar eða eru þið rétt að byrja? Nei, ég vona að enginn haldi það. Er það einhver misskilningur? Nei, við erum í banastuði, þetta er bara eins og fyrstu tónleikarnir okkar og bara meira á leiðinni og alltaf. Þannig að það er meiri tónlist á leiðinni og getum við kannski fengið að heyra smá lagstúf? Já, það er ekki bara. Sumarið það sveik mig, það rigndi allt og brenni steini. Við vorum frossin inn að beini, heila dauða beini. Sama hvað ég reyndi, ég bara fattast á beini. Því sumarið það sveik mig, það rigndi allt og brenni steini. Við vorum frossin inn að beini, heila dauða beini. Sama hvað ég reyndi, ég bara fattast á beini. Því sumarið það sveik mig, það rigndi allt og brenni steini. Við vorum frossin inn að beini. Og frá Austurbæjarbíó ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
Fjöldi íbúða til sölu í sögulegum hæðum á sama tíma og kaupsamningum fækkar. Við tökum stöðuna á fasteignamarkaði. Málefni fatlaðs fólks eitt af mikilvægustu verkefnum sveitarfélaga. Þar á meðal að tryggja öruggt aðgengi. Ég meina þetta bara common sense finnst mér að fólk komist áfallalaust í bíó og bankan og hvað þetta heitir nú allt saman. Svo kynnumst við kettinum Ása sem fer daglega út og plokkar plast. Ási, ég vildi fyrst og fremst bara þakka þér fyrir þín glæsilegu störf í þágu náttúrunnar og þjóðarinnar. Og þá það veðrið. Háþrýstisvæði suður á landinu beinir til okkar mildri vestlægri átt og hefur víða verið léttskýjað og hlýtt en skýjað og svalara vestanlands. Í nótt má hins vegar búast við vægu frosti inn til landsins og þar með eru allar líkur á að sumar og vetur frjósi saman. Það ekki útlit fyrir mikla breytingar á morgun, helst að verði skýjaðra á Suðurlandi. Líkur á sól eru mestar norðan og austanlands. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum. Guðný Björk Stefánsdóttir bætti Íslandsmetið í -69 kg flokki á Evrópumótinu í ólympískum lyftingum í Georgíu í dag. Hún var sjálf ekki alveg sátt samt. Það eru 3 Íslandsmet og maður verður að vera sátt með það. Úrslitaeinvígi úrvalsdeildar karla í handbolta hefst á föstudag þar sem liðin sem urðu í 2 efstu sætum deildarinnar í vetur og eru leið sigursælustu liðin í sögunni leiða saman hesta sína. Þannig að þetta verður bara hörkueinvígi. Það er mikill spenningur í Hafnarfirði. Og það er mikið að vera í hinum ýmsu íþróttagreinum allt land þessa dagana. Það og fleira til í íþróttum. Og það var helst í þessum fréttatíma að heimurinn stendur frammi fyrir stærstu orkukrísu í sögunni vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum, segir Alþjóða orkumálastofnunin. Hormússund enn nánast lokað og Íranar réðust á 3 skip þar í dag. Að minnstakosti 47 konur og stúlkur voru drepnar á degi hverjum í stríðinu á Gaza samkvæmt nýrri skýrslu UN Women. Þetta stríð hefur haft mun meiri áhrif á þær en fyrri átök. Uppbygging varnargarða á Reykjanesskaga var ríkislögreglustjóra ofviða samkvæmt nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar. Dómsmálaráðherra segir rétt að skoða framkvæmdirnar í ljósi aðstæðna á þeim tíma. Það getur verið mismunandi eftir hverfum hvaða samfélagsmiðlar eru notaðir til að kynna börn. Lögreglumaður telur foreldra stundum feimna við að fylgjast með samfélagsmiðlanotkun barna sinna. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfylgdina á þessum síðasta degi vetrar, en sumardagurinn fyrsti á morgun. Það voru ekkert annað eftir en að segja gleðilegt sumar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Maður nú mjög fljótlega búin að átta sig á því hvað fléttan snýst. Já, þú svo klár, Kolbrún. Ég veit ekki, ég veit ekki með það. Margar sakamálasöguna svo. Já, kannski það. Kiljan, þáttur sem fyrir löngu orðin ómissandi í bókmenntaumræðinni. Nýtt líf fyrir 10 pund. Breskir dramaþættir frá 2023. Árið 1956 flyst Roberts fjölskyldan frá Bretlandi til Ástralíu í leit að betra lífi. Erfitt reynist að fóta sig í nýju umhverfi þar sem óvæntar áskoranir leynast á hverju strái. Morðið í Austurlandarhlaðlistinni, Murder on the Orient Express. Bresk sakamálamynd byggð á samnefndri skáldsögu eftir Agathu Christie. Belgíski rannsóknarlögreglumaðurinn Hercule Poirot fenginn